Óskar, 2-1 sigur á Víkinginn í kvöld. Hvað var það svona sem þið voru að gera sem að skila eitthvað sigri hérna? Skorum 2 frábær mörk, börðumst allan leikinn, vörðum okkar mark, vel. Já, það var bara hörkuleikur, mikill barátta, stöðubarátta út alla völl. Víkinginn erum boltan, í hættulega þeirra unnum hann og skorum einnig góður slikir skemmtisóknum í seinni hálfleik. Þannig að við gerum vel, gerum margt fyrir það, en spilum líka mútið frábæra Víkingslið og það var bara hörkuleikur sem endaði sem betur vel okkar með þetta. Alda og Muriel, það eru svolítið að tengja vel saman eitthvað töffur. Hvernig að vera með þær þarna saman? Já, bara æðislegt. Ég er bara þakklátur fyrir að eiga 2 góða sendera og ég á ekki bara 2, ég á fleiri góða sendera. Það tengja vel. Þær eru aðeins byrjaðar að aðeins komið betur, við erum að fá meira ópnir á bakvið. Mörður er að komast nær því sem að Muriel er þekkt fyrir. Hún er alltaf bara að vera æfði lítið sem ekkert í vetur, hún er alltaf bara að vinna sér nærmar í stand sem hún er á að vera í. Þannig að það er 2 frábærar og skora sitt hvort markið en sem heildarlið þá það sem ég er ánægður með hvað er að spila góða vörn þessa dagana. Bæði þessum og síðasta leiknum, það er varnarlega búin að vera að pikka upp hlutina mikið fyrir okkur og ég er bara þakklát fyrir að það eins og allar leiknum í mínu liði. 2 sigrar í röð og 6 stig í töfluna. Hlýtur að vera sáttur við það? Já, ég er sáttur með það, sjálfsögðu. Að byrja stigasöfnunina? Já, hún er byrjuð, við erum byrjuð að tína stigin, já, ég er ánægður með það. Ég er mjög ánægður með það var einhvers sem sagði að ágjör að frambyrja illa, þá getur allt verið í steik. Það er bara svo mikið eftir á mótinu, við getum ekki farið hingað upp og þegar við vinnum með að niður fyrir töpum. Við þurfum bara að halda tilfinningarlegri stjórnin á því sem við erum að gera. 60, já, ég er ánægður með 65 leikjum en við vitum bara að hver einasti leikur í þessu deildi er mjög erfiður og við þurfum að halda áfram, það er ekki spurning. Fengum svona alls konar veður hérna í dag og meðan leiknum stóð, bara hvernig fannst þér svona aðstæður og hvernig fannst þér stelpunum að díla við það? Já, ég labbaði hérna út og þá var sólskinn og svo komur út og þá kom snjóstormur. Ég held að það sést núna 93. mínútu þá kom bara eins mikil haglél, ég sé bara frá því, ekki eins mikil haglél, ég sé bara frá því í nóvember í fyrra á miðju vetri. Mér fannst það að díla frábærlega við það. Mér fannst bara alveg sama hvað, bæði Víkingar eða veðrið eða hvað sem hver einhver kastaði á okkur, þá bara stóðu stelpurnar í lappirnar og tóku það bara á kassan og bara svo mikil iðnaður sigur. Það er bara tjöfluðust á hlupu og börðust bara fram í rauðan dauðan og við getum hent svo miklu á það og það er bara klára verkefni þannig að það díluðu bara frábærlega aðstæður eins og það gerðu með leikinn sjálfur slíkan. Svo er bikarinn næst og þið eru að fá Val í umferð, Já, það er mándaginn og alveg. Þið hljótið að mæta bara fullum krafti í þennan leik? Já, ég meina, ég var alveg til í að mæta Val kannski ekki eftir 2 tapleiki, það sé alveg bara versti tímapunktur til að mæta Val. Það eru frábært lið, frábæra leikmenn, frábæra þjálfara og það verður mjög erfiður og krefjandi leikur en á sama tíma þá er sá leikur eftir 2 daga, 3 daga mjög stutt í hann. Við höfum ekkert mikið tíma til þess að vera eitthvað að fljúga með bleikju skýi og fagna þessu sigri, við bara þurfum að mæta einhver fyrramálið og byrja undirbóku fyrir erfiðan krefjandi leik á mánudaginn í bikarnum gegn Val. Takk fyrir að taka mikið vel. Takk.